Object Relational Mapping and NoSQL, þetta svona í framhaldi af database umræðin okkar. Þá vorum við að tala Object Relational, vorum að tala hérna database og svo framvegis. Síðan hefur komið undanfarin ár, þá komið fram tól sem að leysa þetta impedance mismatch vandamál sem ég var að tala og eru bara að mappa á milli. Þannig að ég ætla að kynna þetta aðeins fyrir ykkur í dag, svo ætla ég að tala NoSQL. Og þið vitið hvað NoSQL væntanlega. Förum aðeins yfir þetta. Ég er með hérna grein, smá texti á Wikipedia Hibernate. Ég nota Hibernate sem dæmi. Hibernate bara eitt af mörgum tólum. Það mjög vinsælt. Síðan skrifaði Fowler grein sem heitir Ormheit sem að fjallaði hérna, það svona Hibernate og Orm svona fólk svona rífast gildi þess allan tíman. Það kemur svona allir elska þetta og svo koma allir hata þetta og núna þetta svona komið í allir hata þetta fasan og það sem að menn þurfa átt að sjá svona hvað það af þessu sem virkar. Og Fowler svolítið að skrifa það, þetta mjög góð grein, hún svona temporary að vísu en mjög góð grein. Og svo hérna að það láta ykkur kíkja á vídeo sem rosalega gott að vita og það allavega þarna smá hluti sem ég legg áherslu á sem lesefni, svo restin af vídeón nú reyndar svona bara uppfyllingarefni en þetta mjög gott vídeo. Og þetta ætla ég að fara í gegnum, aðeins að taka Object Relational Mapping sem ég ætla að tala NoSQL og svo ætla ég að tala Hibernate. Það reyndar að fá Marty Fowler til að tala NoSQL. Ok, byrjum á Object Relational Mapping. Hugmyndin þessi, ég hérna með einhverja application og svo ég með gagnagrunn. Og eins og við vorum að skoða þetta síðustu viku, þá vorum við að búa til klasa sem að taka objectin okkar, bara user, og varpa þeim yfir í gagnagrunnin. Þetta mjög straightforward. Módelið sem við vorum að vinna með sem dæmi og í dæmatímanum mjög góð, það bara name here og name here. Þetta bara bein möppum. Það gerir hlutin erfiðara. Það hins vegar ekki gefið að það sé alltaf svoleiðis. En ef við ráðum öllu, þá getum við gert það. En þegar við förum að vinna í þessu, þá kemur í ljós að það við erum alltaf að gera það sama. Ef við erum með 1000 svona objekt, þá erum við búin að búið til 1000 table data gateways sem allar eins, nema það mismunandi innihaldið. Það allar með row-mapper allir öðruvísi, en þetta allt saman eins. Og þá spurningin, ekki hægt að endurnýta eitthvað í þessu? Ég get ekki bara búið til einn klasa sem bara tekur hvaða objekt sem og athugar hvað inn í objektinu og jú, það name og þá fær ég þessu töflu, jú, það name field hann í töflunni. Ég get bara gert þetta í svona reflection. Þannig að þetta það sem að þessir orm-tól gera. Þetta bara tól, genuist tól sem taka klasa, koma hann í grunn og lesa hann úr grunni og koma hann í objekt. Og til þess þarf einhvers konar að vera með eitthvað sem við kallum metadata. Metadata data data. Þannig að ég með metadata sem segir, það einhver skrá sem segir, hér object, það með fíldið name og það með fíldið þetta hér. Svo tabla hérna sem heitir þetta hér og hún með fíldið name þegar ég tala saman. Og þannig að hugmyndin þá að það að vera að gera þetta hérna minni vinna heldur en að vera að gera þetta allt saman í SQL. Látum bara tóli sjá þetta. Og þetta var svona hugmyndin sem að kom inn. Ég mikill aðdáandi þessar aðferðar og því að hún útilokar ekki hina. Það mátt okkur því. Þetta ekki svona extreme. Annarkvort eða. Þetta getur minnkað kóðan alveg svakalega mikið. Þið sjáu það alveg hendikar. Og það productivity. Og það auðvitað að viðhalda þessu. Og við getum eitt tímanum í eitthvað annað heldur en að sjá gagnagrunn. Ok. Það eins og hérna gallar. Við erum ekki með stýring á þessu, við erum ekki stjórn á þessu. Og það hérna kannski erfiðar að optimisera þessa hluti. Og síðan náttúrulega við erum hengið okkur ákveðin tól og það þau sem að þá erum við bara háð þeim. Ef við notum Hibernate í þessu dæmi þá myndum við bara, þá bara erum háðir Hibernate. En það má líka benda á það að þú getur notað tól eins og Hibernate og ef þú þarft að hafa meira kontról, þarft að gera svona fíntjúna queryuna þinnar og ert ekki ánægð með prófanið, þá getur þú bara gert það beint í ODBC. Þannig að ég sé ekki að menn þurfa endilega að detta inn í þessa disadvantage hérna. Þannig að þú getur valið eftir því hvað það bara þannig.
Hvenær myndum við gera þetta? Hvað hentar vel? Það ef þú ert með svona þessa hefðbundna read-write cycle, það engin sérstök áhersla á eitt eða annað. Það engin stór procedure í þessu, þetta bara hefðbundin, bara nákvæmlega eins og dæmið sem við vorum að vinna hérna í dæmatímanum. En það eru aðrar applikasjónir sem eru alls ekki góðir í þetta, eins og til dæmis ef ég með gögn hérna og ég að vinna mikið inn á þessum gögnum og breyta og svona, ég bara að súmera hérna inn á einhver ákveðin gögn, þá getur þetta verið kannski ekki gagnlegt eða það eru store procedure. Og síðan líka í write-centric apps. Getið ímyndað okkur eitthvað dæmi svona app sem bara að skrifa, lesa aldrei. Ég nefnilega með svo leiðinsverkefni. Hvað sér þið? Loggerar, alveg hárrétt, loggerar, það svona að orða að skrifa hratt. Dæmi sem ég að vinna í það að taka svona lottómiða sölur og skala það upp í fáránlegar tölur. Þá þurfum við að vera með rosalega write-centric database sem höndlar loadið og með 20.000 svona miða sem kom inn á hverju sekundu. Þá er þetta aðeins að hugsa svona hvernig við gerum þetta. Þannig að ef þú ert að skrifa mikið þá þetta en kannski ekki það góða. En það sem það gott í bara svona venjuleg skrábreyta eða vinnsla, það sem með object og object model í minni sem svona tiltölulega svipuð og bara svona eins og við vorum að nota. Og ég myndi segja sko að mín stefna væri svo að segja notum bara svona object relational mapping tool nema annað kom í ljós. Ef að við erum með einhverja kröfur sem að falla ekki að þessu þá bara sleppum við því, annars bara notum við þetta og látum það koma í ljós hvort það virkar hérna, þegar það virkar ekki þá gerum við það. Og eins og special cases og ég segi sko menn ég svona það sé almennt svona viðhorfið í bransanum að nota þetta bara þegar svona nema það hendi ekki. Ok. Hibernate. Þetta tól sem að kom út hérna fyrir nokkrum árum. Það var hérna mikill debattur í Java heiminum, það var til í Java heiminum eitthvað sem heit entity bönir sem voru svona svolítið yfirhannaðar og ég gerði test á þeim fyrst 90 og eitthvað og fannst þær alveg hrikalega afleitar. Þá fékkstu interface á öll ef þú gerir select bara í grunnum og fékkst 100 stök tilbaka, þá fékkstu interface á stökin og þurftu síðan sækja hvert og eitt aftur yfir vírinn. Og þetta náttúrulega drullu hægvilt og bara skalast ekki mjög vel. Síðan var í einhver nefnd innan Java communitiesins og þar voru aðilar í nefndinni sem vildu fara ákveðna leiðir, object, ormleiðirnar. Þeir urðu undir og bara sögðu bless og byggu til Hibernate. Svona þetta nú hérna skemmtilegt, menn bara fara í samkeppni þá og gera eitthvað sjálfur. Þannig að þetta tól til þess að mappa svona milli, tekur Java object og setur það í relational database. Við erum að vinna með relational database. Og þannig að þetta bara sér þetta fyrir okkur. Og það notar XML til þess að geima þessa PostGIS. Og þú þarf ekki að gera neitt í PostGIS-inu og það hægt að gera alls konar annotation í þessu en vanlega þarf ekki að gera neitt. Þú bara býr til XML-fæl sem segir hvernig þetta á að gerast. Og þessi yfirferð einfalda yfirferð. Þetta miklu flóknara Hibernate, það að gera miklu fleiri hluti, ég bara svona kynna hugmyndafræðina. Ok, þetta arkitektúrin, þannig að þú ert með einhver applikasjón sem þú skrifar, hérna objectin sem þú ert að persista, svo ertu með Hibernate og databasein hérna neðst. Þetta svona einföld mynd af þessu og svo ertu með Hibernate properties og þar segir við hérna Hibernate, ég er með database, hann hér, þetta userinn sem þú nota, passwordið hans og þetta connection strengurinn. Þannig að það einhver, og síðan einhverja property að þú vilt hafa connection poola og eitthvað svona dót sem að Hibernate býður upp á. Þannig að hér segi ég Hibernate hvert hann á að fara og hvernig hann á að vinna. Ok, ekki hvað hann á að gera, hvernig hann á að vinna. Síðan hérna mapping definition. Hér kynningin, sko. Object, database, talið saman. Hún fer þarna fram. Þarna erum við að kynna objectin hvert öðru. Og þá ef við zoomum að sér náta, þá er þetta náttúrulega aðeins flóknara. Þú ert með persistent objectin, transient objects bara, þú ætlar ekkert að geyma. Það með sér keyword í Java, það ekki. Svo er ég með einhverja factory, með session og transaction support og síðan er ég hérna með Java-dótið, default, JDBC og þeir nota það náttúrulega. En það eru hérna það er líka configuration, svo kemur factory og svo kemur session og við skulum aðeins kíkja á það. Þetta er database propertyið, þessi file sem að þarf að breyta
Það þarf að setja inn í hann hérna username, password og hérna string og svo klassan og svo hægt að gera eitthvað meira. Og Hibernate les þetta inn og veit hvað databasein og hvað hann á að gera, hvernig hann á að gera hlutina. Síðan kemur mapping-fælinn og þetta fælinn þar sem ég segi við Hibernate að ég er með object. Þetta object heitir org-rug, hon, domain, nemandi og þá færi töfluna nemendur. Og hvað er nú inn í því? Jú, það er kennitala og þá færi dálkinn kennitala. Þetta er alveg bara one-to-one mapping. Og svo er hægt að gera alls konar tricks líka, gögnin passi ekki, þá er þetta að flækja þessa XML-skrá alveg rosalega. Það er líka hægt að annotera hlutina. Hvað segirðu? Notar ekki módel í samt. Hvaða módel? Þetta er domain nemandi. Fyrir ekki... Er ekki nemandi eða ekki... Þetta er klasi, þetta er klasi. Já, sem með eitthvað property eða ekki. Jú, hann er með til dæmis kennitölu. Já, en hann ekki bara búið til út því, hann bara ekki að fá þessu skilgreiningu. Nemandinn hann verður til sem object og hann verður að hafa kennitölu sem field. Hibernate gerir ekkert við það, hann býr ekki til neitt sko. Hann bara lesa object, ef það er ekki til þá bara feilar þetta. Hann verður semst að vera með get kennitala og set kennitala. Ég held að það þurfa að hafa föllin að ég er ekki viss. Ég hef aldrei prófað það. En nemandaklassin er til og taflan er til og Hibernate hann getur líka búið til töfluna. Það er það sem hann gerir. Það er að segja ef hún er ekki til þá bara býr hann til. Og ég þarf að segja þetta sé strengur, þannig að það sem við verðum að gera hérna er að segja bara hér er object, hér er tafla, svona ætlum við að skrifa objectið í töfluna og svona ætlum við að lesa það út. Þannig að svona myndum við setja allt dótið okkar upp og til þess að nota þetta síðan í kóðanum þá myndi ég fara, þetta skrefin. Ég bý til configuration og ég þarf að gera það bara eins fyrir öll objectið. Og svo segi ég hérna, ég ætla að tróða einhvern klassa inn í þetta configuration og þá segi ég add class nemandi, add class þetta og svo framvegis. Svo bara bý ég til factory og síðan þegar ég þarf þessi þrír hérna, þetta er svona það þú gerir upp af því, nú er ég bara búin að setja upp kerfið. Síðan þú ætlar að fara að gera eitthvað, þá segir við factoryina, heyrðu, komdu með sessioni, það tala við Hibernate. Það er svona hugmyndafræðina bak við þetta. Configuration, þar segi ég Hibernate hvað það á að gera, property og framvegis, svo fæ ég factory frá hann. Og það er að segja, configuration er bara uppsetningin og svo fæ ég factory til þess að geta búið til sessionir. Ok, það er hugmyndafræði. Configuration til þess að gera stillinga það og factoryan sem að ég nota síðan til að búa til sessionir. Og sessionir eru síðan búin til fyrir hvert skipti. Configuration og factoryan notar í upphafi. Ok, hér er gátt, Table Data Gateway, samkvæmt patterninu. Table Data Gateway, þetta er interfaceið, það er find nefandi, get nefendur, add nefandi. Þetta er mjög einfalt, get nefendur skilur bara öllum nefendum, vonum að þeir séu ekki margir. Og ég ætla að útfæra þetta. Og þá bý ég til klassa sem heitir nemandi data og hann er með eina factory instance breytu hérna. Ég set hann á null og svo er hérna konstruktúrin, þegar hann sem sagt er newað, þá bara býr hann til new configuration, þetta er Hibernate klassin, og svo bara byrja ég að adda klausunum henni, nemandi .class. Þetta er innbyggt inn í Java. Ég get alltaf sagt .class, þá fæ ég klassan class með stórum staf. Og síðan bara bý ég til faktorina, hérna getur sér líka satt við config, gerðu þetta, setja þessa property, gerðu þetta og þetta. Ég get stilt þetta alveg í tætlur. Og síðan bý ég til faktorina og faktorina síðan geimt hérna. Þetta er svo uppsetningin. Svo koma föllin. Ok, find nemandi, hvernig lítur hann út? Jú, ég fæ inn kennitölu, opna session og svo segi ég við sessionina, komdu með nemanda. Komdu með hérna, eða sérst get, í þessum nemandi klass, samkvæmt kennitölu. Þetta er allur database-kóði. Það er þessi lína. Þetta er allt selected. Og svo loka ég svo og skila nemandanum. En instansar ekki sessionin sem nemandasession? Það er fyrir nemandaklassin, það er að senda nemandaklass inn sem parameter og döktikastin sem fyrir nemandaklassin? Ég skil ekki alveg hvað... Að glæra undan? Já. Þú notar það nemandaklass til þess að fyrir frambyggir? Já. Já, ég hérna, nei, þú ert að segja hvaða klass þetta er. Það er spurningum að þú getur með hérna í sessioninu, já, það getur vel verið að það sé hægt að búa til session fyrir ákveðið objekt, sko. En þetta dæmi er svona. En sko, hugmyndin var ekki að fara of djúpt inn í Hibernate, sko.
Ég skoða þetta, notaði þetta fyrir nokkrum árum, sko, kannski ekki alveg með þetta í hausnum núna, en þetta er hugmyndafræðin sem virkar svona. Það er örugglega hægt að gera alls konar convenience í þessu. Nei, ég vil spyrja af hverju er að setja nemendur út úr klassinu þátt líka. Já, hann þarf að segja hver það er. Nei, sko, ég get sett líka einhvern annan klassa. Já, Ég get sett marga klassa. Ég get sett hérna 10 klassa inn og þá þarf ég að segja hver það er, sko. Ég ætla að fá nemenda hérna. Það er góð punktur. Sem sagt, af hverju þarf ég, sem spurningin var, ef ég stilli þetta hér, af hverju þarf ég að setja hann hérna líka? Og svarið það er, eða sem ég held að sé svarið, sko. Að ég er ekki Hibernate sérfræðingur, ætla ekki að halda því fram. Ég held að sé vegna þess að þú ert með fleiri en einn í sessjónum, í faktorinni sem er í sessjónum. Heyrðu, svo er það get nemendur, þá fæ ég einhverja college, þá þarf ég að gera einhverja sérleikskipun. Hibernate er með eitthvað Hibernate query language sem er innbyggt. Og hugmyndin er bara þessi, þá bara create ég query, þetta er hún og síðan er fallið list og fæ ég tilbaka lista af þessu. Þannig fæ ég bara collection af öllum nemendunum. Þannig að þið sjáu það, þannig er engin roadmap og ekki neitt, sko. Þannig sjáu það að kóðin er miklu knappari heldur en í því sem við vorum að gera hann í vikunni. Það er miklu fljótar að vera að skrifa svona kóða. Það er eiginlega engin kóði í database layernum. Og það er náttúrulega kosturinn við þetta. Og að nefnandi þá myndi ég gera þetta svona, ég tek sessionuna, opna transaction, save, og þetta er eina sem ég þarf að gera, bara save. Og það sem meira er, ef ég mann rétt, þá býr hann bara til töfluna ef hann vantar, af því að hann kann að gera það. Hugsa ykkur, þá er hugmyndafræðin þessi, ég er bara með object, ég er búinn að tengja einhvern grunn hérna við, og ég bara gerir save, og það fer í grunnin. Engin database kóði, hann er bara sjálfkrafa. En það sem Hibernate gerir þetta, það er að taka þessi object og reflekta inn á þau, og finna. Þannig að það er meira óerhið í þessu, klárlega. Og þess vegna tala menn alltaf um performance í þessu. En þetta átti að vera smá um Hibernate.